Komið þið sæl og verið velkomin í Ice Cold podcastið. Stefán Atli með ykkur hérna og ég fekk til mín einstaklega góðan gest. Það var að Nökkvi Fjalar Orrason, einn af stofnendum áttunar. Nökkvi Fjalar vaknar klukkan 6 alla morgna. Hann hefur alltaf langað til þess að vinna með auðvitað blöð. Hann er léttur matarfíkil og hann var rekinn úr 12.00. Ekki vera langt, hækkið í græfunum og byrjum þetta podcast. Kallið ekki með Silent þetta minn? Þetta þú? Þetta ég. Ég þarf að slökkva á hérna. Já. Herðu, velkomin. Má ekki hafa hristing á þessu? Til mín sestur engin annar heldur en Nökkvi Fjalar Orrason. Blessaður. Hvað segirðu gott? Gott maður, takk fyrir að vera að hafa mig. Ég áttan var ekki út lag núna. 8 later. Já, akkurat. Lagið hefur fengið góða viðtökur á fyrsta degi. Já, mjög svo, ánægð með þetta. Late. Hvað þitt svona hlutverk þegar kemur á tónlistinni í áttinni? Mitt hlutverk, ég reyni svona hugsa markasetninguna í öllu því sem við gerum. Og reyna að fá sem mestu spilanir og plays eða views á YouTube og svona. Þannig að ég legg höfuðið alltaf í bleiti og hugsa hvernig getum við fengið sem mestu dreifingu og eins og þetta skiptið þá var nú ekkert annað í stöðun en að reyna leika okkur með þessi trend og þessi challenge og gera smá svona grín úr því. Þannig að það var það mín nálgun í þessu, komið það. Og hvað þá konseptið í þessu nýja lagi? Konseptið það að þetta eru einstaklingar sem að ná aldrei þessum trendum og tengi ég mjög vel við það því að ég menn engan ná að gera alltaf þess að dansa eða vera réttum tíma með þessi trend sko. Þannig að það það sem að lagið fjallar og þau eru svona með allt annað á hreinu, annað en þessi trend og challenge og eins og ég segi þá hittast þau í loka í Britsinu sem svona fyrir loka droppið á svona fundi fyrir fólki, eða myndbandi fyrir það sem sjá myndbandi þá þetta fundi fyrir þá sem að ná ekki trendum á réttum tíma og þar kemur Þórir með lausnin að búa til sitt eigið og það þetta slá á lærið sem að Jóhannes Haukur tekur fyrir okkur. Slá á lærið, já, einmitt. Skemmtilegt lag, mér langar svolítið að bakka svolítið eftir, mér langar að fara tilbaka, bara grunnskóla árin. Grunnskóla? Ok, það svo langt. Hvernig Nökkvi Fjalar í grunnskóla? Ég var svona alltaf með ágætið sjálfstraust. Það? Já, ég man eftir ég byrjaði í Grafavogi sko í grunnskóla. Engjaskóla. Fer úr Grafavogi yfir í Klebergsskóla og þar fekk ég svona fólk fljótt á móti mér. Nú? Svona, ég myndi ekki segja að fólk hafi verið almennt á móti mér en það var svona einhverju svona eldri gaurar sem að fór fljótt á móti mér og þeim fannst ég að vera alltaf ánægð með sjálfa mig. Athyglisjúkur og... Já, athyglisjúkur og einmitt ánægð með mig og var of mikið mættur einhvern veginn. Það þarf að hafa sjálfstraust, sko. Já, maður myndi segja það. Maður farið langt á því, sko. Ég tek eftir þegar maður er að hanga í kringu og vinna verkefni með. Þú ert alltaf með svona orku. Svona óbyrjandi orku. Já, ég reyni að vinna í því að vera með sem mestu orkana sko. Og byrjaði þetta alltaf í grunnskóla? Já, þetta er alltaf frá því bara einlega beilisíkili þegar ég var bara krakki sko. Ég var alltaf heyrt þetta. Ég var alltaf verið að segja þetta við mig sko. Bara þú veist með svo mikla orku og bara fyrir að ég var pínlítill sko. Og þetta fer ekkit vel þú veist, það ekkit allir sem fíla þetta sko. Nei. Og ég mjög var það. Ég veit það alveg. En mér alveg sama sko. Og svo lengi sem ég ekki að trufla neina eða veist ég myndi segja að ég reyna að gera allt til þess að vera góð aðra. Ég reyna að gera allt til þess að vera ekki einmitt leiðilegur eða hafa áhrif á einhvern neikvæðan hátt. En þegar fólk einhvern veginn fílar ekki orkunum mína þá er það bara allt í lagi, þá það bara þannig skynum mig. Fílar ekki lætin í mér eða athyglisíkin eða hvað sem það sko. Þá fer það bara eitthvað annað. Já, þá má það fara eitthvað annað sko. Það oftast fer eitthvað annað sko. Það oftast bara vill eiginlega vera eitthvað böggast sko en það fylgir þessu bara. Já, fylgir þessu. Já. Og svo ferði í Versló eftir grunnskóla. Hvað þú ert mikið í nefndum og ráðum 12.0 og svona fyrsta lagi sem hún gerir, myndur þú segja að það væri Peysu lagi með Lalla?
Já, Peyso-lagi, það var fyrsta lagi sem við gerum, sko. Það upphæði ferðinum. Já, það upphæði, sko. Ég ætlaði náttúrulega mér aldrei að gera það sem ég að gera í dag, þannig að segja, sko. Ég var ótrúlega metnaðarfullur í fótbolta. Já. Spilaði með Fjölni og var þar með Orra Einarsinni sem náttúrulega með okkur í áttunni og svo Aron Inga. Þar kynntust við til dæmis og ég var bara fótbolti. Fótboltinn var bara allt sem ég ætlaði mér og ég ætlaði mér svoleiðis að verða atvinnumæður í fótbolta, sko. Og metnaðurinn fór þangað. Svo þegar einhvern veginn einmitt í Vestló og þegar ég að svona byrja í þessu nefndadæmi og byrja eins og í Peysufattalaginu og þessi dóti, þá svissast áhuginn ósjálfrátt. Bara á skemmtunarbrasa? Já, bara á einhvers konar svona, ég fór að bara eða meiri tíma í það einmitt að vera að taka upp með strákunum heldur en að fara í fótboltaæfingu. Þetta var mjög skrítið, svona óvænt twist. Hvað er þú gamall þarna? Ég 18 ára, þetta svona 17-18 ára. Þarna var ég samt búin að vera mjög slappur, það gekk ekki allt upp hana í fótboltanum í svona, það var svona 2 ár frá því ég fór í Vestló bara. Já. Þannig til svona, ég svona 13-16 ára þá var svona fótboltinn alveg bara allt sem að ég gæti hugsað mér. 16 til 18 ára það svolítið að fjara út. Það var svolítið tíndur kannski í lífinu. Já, tíndur, já, ég myndi segja alveg mjög lost, sko. Þú veist, já, að sjálfsögðu, maður var ekki með sama passioni fyrir fótboltanum og vissu leiti rétt ég bara tíndur og sæki þar leiðandi svona metnaðin í þetta. Já. Og sé ekki eftir í dag því að það hefur gert ógeðslega mikið fyrir mig og komið mér út í það sem ég að gera í dag og ég mjög ánægð með það, sko. En það blundar alltaf í mér það ég klúðraði að verða fótboltamaður. En það hefur ekkert meira mótivitað mig til að gera betur í öðru heldur en það ég með það að klúðra einhverju, sko. En það var mjög ágætt, sko. En við vorum í einhverju Vestlópælingum með Peyso-lag. Já, Peyso. Hvernig byrjaði þetta Peyso-lag, þú veist? Hvað er svona ferli á baku þetta lag og hvernig var það til og hverju voru með þér í? Ég var að fara í fyrir þá sem vita kannski og þeir sem hlusta vita hvað Peyso þá var þetta svona ball fyrir fjórðabekk þegar ég var í fjórðabekk. Þetta er nú annar bekkur í Vestló. Bara ball fyrir árgang í Vestló og við klæðum okkur upp í peysufötum og höfum góðan dag saman en og það var búið að gera svona lög áður og ég var bara leiðin á fótboltaæfingu mitt og þá kom Davíð Örn Atlason Sá mikli meistari. Já, akkurat, sá mikli meistari mitt og í laginu hana með okkur hann vorum að leiðin að æfingu saman þá segir hann við mig, kíkta þess á mig og þá byrjum við að hitta Róbert Úlfarsson stofnandi áttunar með mér en var einmitt bara Róbert Úlfarsson í Vestló þá, þú veist, vissi hver hann var en þekkti hann ekki það mikið og hann tengir okkur og segir, Róbert, nökkvi er gæði sem að þið áttir að fá við eigum að fá með í þetta Peysufattalag, sko. Og þá var ég svona eitthvað, ég kann alltaf ekkert í tónlist, ekki neitt og en er svona einmitt, svona orka sem þeir geta nýtt í það kannski að koma ykkur í verk eða gera eitthvað, sko. Já, orkana. Og ég og Róbert bara smullum saman þar, gjörsamlega og þar fórum við bara að spjalla saman og bara öllum tímum dagsins þetta verkefni og ætlum okkur háleit markmið og heyrðum í Stop It Go og eitthvað, ætlum að gera þetta á hollin, þetta var bara eitthvað lag fyrir eitthvað ball hjá okkur, sko. Og mönnum fannst alveg, þá var hann alltaf Stop It Go búin að gera trillög með mjög flottu lið og þeir voru til í þetta með okkur. Það kynnti sér Pálmaði mitt Áskeri Já, var Lalli líka í þessu? Lalli var náttúrulega líka í þessu, sko. Þetta var fyrsta lagi hans, sko. Já. Af því að, sko, þetta er ekki fyrsta lagi sem hann gefur út. Nei. Þetta er samt fyrsta lagi sem hann gerir, sko, af því að hann gerir lagið Breytti tímar með 12-0. Já, klassik. Það kemur út á undan, en hann gerði Peysufattalagið á undan. Já, ok. Þannig að 12-0 strákunni heyrðu Peyso-lagið okkar og fannst þetta sniðut og heyrðu svo í Lalla ef ég mann rétt og þar leiðandi var lagið þeirra til. Já. Þannig að fyrsta lagið sem Lalli gerði var einmitt Peysufattalagið en ekki fyrsta lagið sem hann gaf út. Það minna einum degi á milli. Eitthvað svoleiðis. Svakalega Helgi og Lalla gefur 2 lög bara. Já, 2 hittara, sko. 2 hittara bara. Já, og markmiðið mitt þar var basically ekki tónlistin. Það var bara að fá views. Já. Og ég hugsaði bara, við ætlum að gera vídeo sem að mun svona smá svona, já, strax með auðvitaðum að mér langaði smá ekki því ég ætla ekki að segja sjokkera, þetta er náttúrulega ekkert sjokkerandi vídeón, ég ætlaði samt að vera svona, þetta húmóran átt að vera svona
hvað ég segja, bara svona, þú veist, strákar eitthvað með, að vera að fá sér og ég drekki ekki einu sinni, sko. Nei. Og vera með einhver svona alls konar svona, með einhver svona þannig stæla, kampavín og eitthvað þannig. Já. Og þar leiðandi, fengum við svona strax svona hörð viðbrögð. Já. Og views í leiðinu. Þú veist að leitast eftir þessu sjokkfaktor til þess að fá Já, svona sjokk og ekki sjokkmynd. Það var nú ekkert eitthvað svaka sjokkir þegar maður pældi tilbaka, þetta er bara vandræðalegt en gaman að því, sko. Þú minnist á á drekkur ekki. Já. Er eitthvað sérstök ástæða fyrir því? Já, það er alveg ástæða fyrir því, sko. Sko, fyrst og fremst er þetta þannig að ég get skemmt mér án þess að þurfa að smaka, sko. Ég skemmti mér alveg konunglega og Ég sá það síðustu helgi. Já, akkurat, þú veist, ég get skemmt mér alveg svakalega vel, sko, án þess að þurfa að drekka og svo keyri ég bara heim, sko. Það er ein af ástæðunum. Fólk vil sem við fá sér til þess að ítöndi skemmtunina og skilji það mjög vel og ég er ekkert á móti, ég skipti mér ekki að drikkjum annara, sko. Og svo var það líka náttúrulega með þetta að gera það hann afi minn, Ormar Snæbjörnsson, hann talaði við mig þegar ég var svona í 5. bekk í grunnskóla. Ég er 10 ára gamall. Já. Þannig að segja við mig kotið, kíkta þess á mig nökku kotið lofaði af að einu að aldrei að smaka brennivín. Og ég sagði bara, auðvitað, ég lofaði því afi minn. Og hann er sem svo óvirkur alkohólisti. Já. Og það hefur alltaf sett í mér að Fallið saga. Já, það hefur alltaf sett í mér að standa við það. Þau orð. Fallið saga. Af því hann hefur verið svo góð við mig, sko. Já. Og reyni ég að vera góð við hann á móti og kom það kannski í ljósa að við gerum ýmislegt skemmtilegt saman í bucketlistanum. Já. En mjög fallið saga. Ef við færum okkur svo yfir frá Peyso yfir í 12.00. Já. Þú fer í 12.00 þá fljótlega eftir Peyso. Já, bara beint, þú veist, á Peyso þetta daginn við nýkomnir inn í 12.00. Okay. Og komust í 12.00 einmitt út frá því að hafa verið í þessu Peysufattalagi. Vinsalast að 12.00 nefnd bara eiginlega fyrr og síðar? Ef við skoðum viewsin? Já, við skoðum viewin, akkurat. Þá kannski einmitt samanlagt, þá var það þannig. Sumatíminn og keyrum inn í helgina, þessi lög, þau hafa bara 100.000 horfa á þessi lög. Algjörlega, sumatíminn við datt í 1.000.000 áhorfum daginn, þannig að maður er mjög stoltur af því. En hvort þessi besta nefndin, það er vafaðatri. Kannski hver veit maður dæmið það, sko. Vinsalast þegar kemur áhorunum. Já, við höfum það allan, það er allan eitthvað. Við höfum það, og hvað hver er svona sagan að baka þessa nefnd og þá sem er í henni? Sko, Aron Már var náttúrulega formaður og Tómas Hrafn. Aron Móla, sko, hann tók mig inn í 12.00. Já. Og þeir voru formenn og þetta var náttúrulega svona svolítið samansafna af vitlýsingum, sko. Við komum ekki miklu í verk, sko. Ég var einmitt of einhvern veginn, sko, ég er erfiður, sko, í samstarfi. Já. Ég er mjög ákveðinn. Mér langar að keyra hlutina mjög svona hratt og örugglega stað, sko. Já. Það er ekkert allir þannig, sko. Nei. Þannig í hópum þá getur ég orðið svona, þá getur orðið læti, sko. Það kemur að þessu og það var mjög mikið að látum í þessa nefnd, sko. Okay. Og segja hér í fyrsta skipti í opinberlega en ég var rekin úr nefndinni eitt skipti, sko. Það málið? Fyrir að vera þrjóskur og erfiður, sko. Það kemur fyrir. Já, Tómas Hrafn, hann rak mig, en við erum mjög góður í dag og þetta var bara hálfu dagur sem ég var rekin, sko, þetta var bara einhver læti, sko. Já, ég sé fyrir mér bara fyrirsögn á df.is en okkur fæla rekin úr 12.00. Algjörlega, þetta var hálfu dagur hana sem að mér á að kikka en það var að því ég var að þræta við formennina, sko. Það var erfitt að þeir voru formenninir og fengur ráða meira en ég og voru eldri og okkar, þannig ég var alltaf eitthvað eins og tjú á hundur eitthvað að gagga á það, sko. En ógeðslega skemmtilega nefnd og lítið tilbaka bara frábæri tíma sem við áttum með þeim, sko. Mikið af flottum mönnum sem voru hana. Egil náttúrulega var með mér hana, Lalli var náttúrulega, Diddi Björns. Ertu að kynnast Egil Plóter í 12.00? Ég kynnist Agli í Peysufattalaginu. Peysufattalaginu, já. Þar hann fyrir við yfir í 12.00 og þar kynnist ég hann ennþá betur og verðum bestu vinnir, sko. Ok. Þannig Ertu með eitthvað svona fleiri skemmtilega sögur úr þessu 12.00 ævintýri? Já, þessi fyrirnefnd, ég náttúrulega var í 2 ár í 12.00, þannig fyrirnefndi var, það var maður yngri, skilur mig og eldri strákanir, þeir fengur svona alltaf að ráða, sko, Aron og Ragnar og fleiri, sko, Ragnar Jónsson alltaf með þessa nefnd, alveg gífulega öflugur. Frændinn. Akkurat, sko, þannig þeir voru svona stýrðum svolítið flæðinu þar, þannig maður beið spenntur eftir að fá að stýra á næsta ári, sko. Já. Og svo þegar skiptingi verður og maður fær að stýra, þá verður maður svo
sjálfum glæður og frekur maður að maður reynir að stýra öllu þegar maður var ánum formaði sjálfur sko. Þannig að það var mjög gott að læra af báðum nefndunum að kunna vera undir og kunna vera yfir sko. Já. Það er mjög mikilvægt sko. Finna hana milliveg, það þýðir ekki að eitt stýri öllu sko. Það er ekki hægt sko. Nei. Og akkurat sumartíminn kemur út og svona. Já. En svo eftir Vestló þá tekur 8 við. Fyrsti þátturinn var ekki tekin upp í útskriftaferðin ykkar. Já, sko fyrstu vídjóun. Já, fyrstu vídjóun. Í þáttunum, já. Fyrstu vídjóun voru Hvernig byrjaði þetta alltaf? 8 sko, við eftir að hafa gengið einmitt vel í 12-0 og svona mikið tekið eftir einmitt og mikið áhörum og fann að spila út allt og það var bara að spila einmitt annað bara, ég held ég að spila í 12-0 ándjós bara í nánast hverju meðasta grunnskóla landinu alltaf sko. Það er málið. Og einhverju mentaskólum á þessum tímabili þannig að það var mjög skemmtilegt sko. Og það voru farin að vekja athygli og 365 voru búin að hafa samband við okkur og Bravo á þeim tíma og svo var líka fóru að fundi með Skjá 1 þá, þannig að það var mikið í boði sko. Mikið í boði. En þegar við vorum bara við vorum svona, já, í febrúar síðast ára okkur í Vestló, þá voru 3-4 mánuðir þannig til við útskrifumst, þá vorum við konið með samning á borðið með að geta búið til þátt eftir Vestló. Er það þá þú, Egill og Róbert? Já, það var, við urðum, sá hópur var svo til nær dró útskrift. Ok. Þannig að og við völdum einmitt 365 og fórum þangað yfir og úr því varð 8 og 8 þetta var náttúrulega nafni kom bara hana rétt fyrir fyrsta þátt sko, þetta átti bara að vera einhver svona copy af 70 mínútum sko. Hvaða ár er þetta og hvað er þetta gamall? Já, 2014, 20 sko. Þannig að 20. Og það var að koma þess að upp með þess að reyna að endurvekja 70 mínúta nafnið sko, við höfum það nálægt þeim sko, okkur langaði svo mikið að verða eins og þeir sko. Já. En Þórðan samt ekki viðurkenna alveg. Nei. Samt svona smá en ekki alveg, þú veist, ég er einhverjum nútíma 70 mínútur sem er að gera nákvæmlega sama samt. Er þessi þættur að sýndir á Pop TV? Já, sýndir á Pop TV í smá tíma og svo var það Bravo. Já. Svo keypti 365 hana Bravo og þar einmitt urðu þá einmitt Brá eftir það. Og hvað, þú veist, er þetta margir þættir sem þið byrjaðu að gera? Við fengum samning að gera 8 þætti. 8 þætti og heiti 8. 8 þættir og heitum 8 nefnt og en við gerum 10 fyrsta sumari. Við gerum 2 auka þætti hana. Ok. Til þess að bara einmitt okkur, það var úkslega gaman og svona, en Var ekki Wunderbar þá í síðasta þættinum? Já, Wunderbar var í síðasta þættinum, það er rétt, þú fylgdist vel með, þetta búin að vera mikið í kringum okkur. Mikið í kringum okkur, sko. Og Wunderbar var í síðasta þættinum og þá kláraðist þetta þessi sumarsamningur og við fórum að vinna að efni fyrir veturinn, fyrir 365. Og gerði þá seríu nummer 2? Já, seríu nummer 2 sem var langlagasta sem við hefum gert basically bara á ferlinum sko. Okay. Á þessum stutta ferli sem við erum búin að vera í þessu sko. En samt svona ágætlega langur, síðan við gáum út fyrsta lagi okkar 2013. Já, 2013. Nei, 2012. Við gáum út fyrsta lagi okkar 2012 maður, þetta er rosalega það. 6 ár síðan. 6 ára feril maður. Nei, svo eftir að önnur sería klárast, svo færið ykkur yfir til MBL. Já. Það er svona offisíalega með 3. seríun okkar. Já. Og það var efni sem var tölvöld skárra sko. Og fara að vera meira var í þannig að sé. Ný andlit komin inn líka. Já, við fengum Arnar og Ragnar til hjálp okkur hana. En þeir fóru síðan, þeir voru alltaf áallin, þeir voru báðir í skóla, þetta var bara sumarið 2015. Þannig að þá voru þeir bara með okkur sumarið. Mjög minnistætt viðtal sem að Ragnar tók við Davíð Oddsson. Það var svakalegt. Það var svakalegt, sko. Þetta horfði á það en þá held ég MBL, sko. Það er rosalegt, sko. Það er rosalegt, sko. Það var þungt og aukt, sko. Það er bara, svo fyndið, maður grennir yfir því, sko. Já. Konceptið var að reyna að gera Davíð óþægilega, en það var bara ekki hægt. Mjög fyndið, sko. Og já, svo takið þetta skref frá því að vera á MBL yfir að vera sjálfstæður miðl. Jú. Það er svona ákveðið frumkvölastarfið að vera með svona eitthvað svona miðl sem er þá að gera auglýsingar en er einhvern veginn sinn eigin miðl. Getur þú sagt okkur aðeins söguna bak við það? Já, akkurat, við vorum alltaf svolítið bara þröngaðir út sko, þú veist, MBL vildi ekki tafa okkur eiginlega og eiginlega, þeir vildi ekki tafa okkur og við höfum svo mikið að trúa okkur og við getum gert skemmtiefni fyrir
okkar markkóp og þannig við heldum bara áfram við hugsaum aldrei eitthvað og í dag finnst mér smá steikt eitthvað að vera að tala um þetta í einhver frumkvöla samhengi sko að við vorum bara einhver vini sem var langu að gera svona eitthvað gera vídeo saman basically og við sáum bara fram á það að við getum unnið við þetta með að fá sponsa inn sko og þar leiðandi það gekk upp sko það var ekki auðvelt, það var alveg ótrúlega erfitt að fá sponsan inn og þurfa að taka vídeóið og klippa það sjálfur og setja það út og fá ljót komment og vera að tweeta hann og þetta var erfitt, skilur mig en hvert og eitt svona hrós og eitthvað sem einmitt fekk mikið af views og mikla athygli var alltaf worth it sko. Svona hvetjandi. Já, hvetjandi sko, þannig að þá einmitt, við vorum bara að gera þetta, skilur mig. Við langaði bara að gera þetta og við ákvæmum að gera þetta og það var ekkert verið að pæla eitthvað mikið meira heldur en það einmitt að okkur langaði bara að gera þetta sko. Ok, og svo eru þið ég man akkurat eftir þessu sumar, var þetta sumari 2015? Nei, við förum út sko, við verðum sjálfstæðir. Já. Við verðum sjálfstæðir í 1. janúar 2016. 1. janúar 2016, ég man akkurat eftir að ég hitt ykkur og var að hjálpa ykkur að taka upp nokkra sketsa. Það var fyrsta sumar okkar sem var sjálfstætt einmitt. Það var svolítið skemmtilegt. Akkurat, já, þá komstu einn tökudag hjá okkur og tókstu upp 2-3 sketsa með okkur í daginn. Þú varst að stinni eitthvað í World Class. Já, þú tókst það upp, já. Ég tók það upp, sko. Þú tókst stunurnar í World Class. Ég man eftir við vorum í World Class Seltjarnarnesi. Já. Voru ykkur 2 mæðgur, það var alveg brjálar, ég var með kameru það var líf. Þú skaustu þetta stunurnar í World Class, það var mjög vinsælt vídeo, sko. Mjög vinsælt vídeo. Það er eitt af það sem standa upp úr, sko. Og þú tókst það upp með okkur. Svo þú skýtur Egil þegar hann var vinstrakrin. Já, ég maður því, þú tókst það og þú græði það fyrir okkur. Það var skemmtilegt. Þú gerir mjög mikið, þetta var mjög gott efni sem við unnum með þér, sko. Svo var eitthvað karakter sem Egil var, eitthvað svona kona með ljóst hár eða eitthvað svona Gerður. Við fórum ykkur að fjallgengu, það var skemmtilegt. Akkurat. En það er líka mjög minnist þetta, akkurat, þú ert komið þessa sín sem ég man 2016 að þá varst að segja að 8 er vettfangur fyrir fólk, koma ungu fólki á framfæri. Ég man akkurat og ég fekk tækifæri að það var með svona DJ þátt. Já, akkurat, já. Vettfangur til að koma ungu fólki á framfæri. Akkurat. Og svo hrindist það í framkvæmd þegar kemur nýr hópur, Sonja og Aron kom inn í áttina. Akkurat. Hvað er það byrjun árs 2017? Já, það 17. febrúar 2017 þá tilkynntu við þann hóp. Ég stíg út sko úr merkinu í september 2016. Já. Þegar við erum sjálfstæði miðill þá ég bara í 8 mánuði inn í sem andlið merkisins. Já. Og til þess að stækka þá þurfti ég náttúrulega að fara til bakvið til þess að vinna vinnuna bakvið tjöldin og leyfa öðrum þá að vera fyrir framann sko. Og það mjög góð ákvörðun að taka skrefið fyrir athyglisjúkan mann, skilur mig, og hatt ekki einmitt að vera fyrir framann, sko. Að fara bakvið, sko. Já. En ég þurfti bara að gera einmitt til þess að einbeita mér að því að koma fólki á framfæri og stækka merkið. Já. Og það var gert í september og frá september til febrúar þá var undirbúningsvinna í því að tilkynna og búa til nýjan hóp. Já. Og Donna kom hann inn í september. Já. Donna ég fór út og Donna inn sko. Donna, Aron og Egil voru þá í merkinu og svo í februar stígur svo Egil út þannig að enginn og grunninum er með og Sonja og Ragnar kom inn þannig að það Aron, Donna, Sonja og Ragnar en Egil var nú ekki alveg tilbúin til að hætta í lögunum alveg strax þannig að hann tók þátt í lögunum. Já. Það var svona það sem hann vildi gera með áttunni en þá og svo eru nei til Ingi, Lárus, Ragnar. Akkurat sko. Hvað það lag náði svakalega vinsældum? Já, en maður fekk þetta heilan sko. Fyrst getið var þetta að tekið fyrir mig og þá fekk þetta heilan sko. Og mér er svo gaman að heyra frá því, maður hafa lagt rosa mikil metnaðar í þetta sko. Og Ingi og Lalli náttúrulega ógeðslega góður í mixa og búið til taktinn og laglínun og Ragnar Jónsson texti sko. Já, og ég náttúrulega með honum og aðrir sko en það var svo mikið metnaði og svo mikið passion sett í þetta sko. Já, orkan sem við tölum þarna í byrjun, orkan sem þú kemur með. Þú kemur með eitthvað svona orkun í þetta. Já, og þegar þau taka lagi fyrir mig sko og ég var ekki mikið í
gerð þannig sem lagsins, ég kom bara að því svona, bara eins og ég reyna að gera bara svona einhverja punkta og reyna svona koma inn á eitthvað því að það er ekki mín sterkasta hlið er ekki einmitt tónlistin sko, en kannski sjá fyrir mér einmitt hvernig lagið getur orðið einhvern veginn vinsælt, það er einhvern veginn minn einmitt eins og tölum við í byrjun, svona mitt input og og þar alveg kem ég með punktæinn og þegar ég tóku lagið fyrir mig fyrst þá hugsaði ég bara, þú veist, við þurfum að gera eitthvað öðru, við þurfum að gera eitthvað algjörlega nýtt og þá gerðum við svona þáttaserjur og tísum karakterina í laginu áður en við byrtum og það var basically bara ákveðið það var bara föstudagur þegar við gerum þetta og ég segi hugmyndina, mér langar að gera þætti 3 þætti og svo kemur lagið og og við vorum að fara að gefa þetta út eftir 2 vikur og þau bara svona þú veist við hefum aldrei tíma í það sko það var enginn sem sagðist basically að var engin bjartsýn á því við myndum ná þessu á mánudeginum þá bara er ég bara búin að vera þú veist að skrifa, ég hef aldrei skrifað handrit sko skrifa handrit af þessum þáttum hana og kom með og bara slengdi á borðið hana á mánudeginum og þá einhvern veginn kom trú í hópin við erum með handritina, keyrum bara tökur í gang fórum í tökur miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag gáum út þátt á þriðjudegi svakalegt þannig að þetta var tæp vika sem við unnum þetta ég man eftir Þórun Antoni að vera í þessum þáttum það voru eitthvað svona cameo celebrities var ekkert vesen að fá hvernig sannfærir cameo celebrities sem að koma fram í þessu þau voru voða til í það sko það var alveg þannig sko gegnum tíðina hefur alltaf verið bara mjög þægilegt að fá fólk til að vera með sko það vissir einstaklingar sem maður verist aldrei ná með sko það er alveg þannig sko eitthvað nöfnsögul nefna það? Jú, nefna mér þú veist, ég hef alltaf langið til að vinna með Auðvitað Blöð, sko. Hann segir bara alltaf nei? Já, hann hefur ekki allavega sagði Auðvitað Blöð nei við þig? Hann hefur sagt nokkuð sem nei, það er bara þannig, sko, en hann, þú veist, við verðumst ekki ná að smetla saman í þeim verkefnum sem ég er að bjóða honum, sko. Okay. En það kemur, sko, það hlýtur að koma. Ég trúi því allavega. Snill, þá verður þetta í byrjun á podcastin til að grípa fólkið. Já, akkurat. Auðvitað vill ekki vinna með nökk. En já, nei og Já, það var einmitt mjög skemmtilegt ferli og Kikk startaði merkinu alveg bara þvílíkt. Okay. Við varum búin að koma okkur okkurlega vel fyrir og búin að fá einmitt, þú veist, gífilega mikið fylgjendur á Snapchat og Instagram og svona á þessum tíma sem hjálpaði gífilega, en þetta var svona fyrsta stóra. Ég man eftir þessu. Það var allt í einu kom 8 á strætóskili. Þetta var eitthvað svipið tíma. Já, þetta er áður, það var áður með. Það var svona kannski 6 mánuðum fyrir. Skemmtilegt, vákaður skemmtilegt að nefna það. Já. Það er einmitt 2 ár síðan í dag, nú er þetta tekið 5. nóvember, ég veit ekki hvort þú vilja klippa það út. Nei, 5. nóvember, þá eru 2 ár síðan að bucket listanars AFA fór fyrst í loftið. Já, þetta var skiltið var fyrir það. Já, ok. Þá fengum við 5 fyrirtæki til að vera með. 5 fyrirtæki, þetta var náttúrulega mjög dýrt, við erum að fara út til útlanda, þú veist, og alls konar bara á mjög dýrt umfang. Já. Og ákvæðum að fara all in og henda líka í strætóskili og þar vorum við í strætóskilum akkurat 2 ára síðan. Mér er svolítið áhugavert sko að sjá svona samfélagsmiðla brand einhvern veginn á strætóskili því að maður er svo mikið í tölvun og símanum, þetta er svo mikið svona þannig brand að sjá þetta svona svolítið áþreifanlegt, það var svona ákveðið sjokk sko. Það var hugmyndin okkar, það var pælingin mitt. Það var mjög svona skrítið fannst mér, mann fannst það mjög skrítið. Við varum búin að ná mjög góða tökum á samfélagsmiðlunum, skilur mig, og svo hentum við bara í aðra nálgun á markhópin. Þá fór það sem út úr skjánum aðeins og aðeins inn í raunveruleikann. Já, svolítið inn í raunveruleikann. Já, það var planið sko. Og held að hafa tekist einmitt vel að þú manst allavega eftir. Já, ég man eftir, þannig að það hefur gert eitthvað sko. Akkurat. Þannig að bucket listin, 2 ár síðan. 2 ár síðan bucket listin var. 11 borgir. 11 borgir. Já. Þú ert svona, hvað heimsborgari? Fórum að til 11 borgar í Evrópu sko. Það er að skemmtilega sem ég nokkuð tíma gert sko. Í 8. sko. Með AFA-inum? Já, með AFA sko. Bucket listin að AFA sko, það er rosalegt. Við ætlum að endurvekja það konsept á næsta ári. Ef hann leyfir. Þetta tók svolítið á þessi ferðalög sko. Já, orðið svolítið þreyttur sko á þessu. Já, ég var að horfa á YouTube nýjasta bucket listan held ég. Já. Það sem að Egill var eitthvað flengiði ykkur í kirkju. Já, það er ekki hrifun að því þegar Egill að hama svona á mér. Svolítið skemmtilegt sko. En eftir neini þá koma út einhver 3, 4, 5 lög. Já, okkur.
Ekki sína kemur strax eftir og það í tengslu við útvarpið okkar. Útvarpið, já, ok. Við opnum útvarpið daginn sem ekki sína kom út 12. maí og gerum þætti í kringum það. Þeir þættir heita líka ekki sína og hafa fengið gífurlega áhorf á YouTube og fleiri miðlum. Það þættin sem ég er hvað stoltastur af, sko. Þeir eru skemmtilegir svona herra neytir sem cameo Já, það er með það inni, sko. Og það er svona, einmitt, ég er mjög stoltur af þeim þáttum, á öllum náttúrulega klálega, en þeir þættir svona, myndi segja svona hafi verið að skara fram úr, hafa stöld skara fram úr þannig, sko. Já. Og þá kom einmitt ekki sína og það var í fyrra vor eða nánast sumar. Svo eftir ekki sína, hvað kemur þá? Þá hendum við Áhrifin. Já. Áhrifin sem var og svo gáðu út lag alveg mjög snöggt eftir Áhrifin, það var Því ég geta. Já, þannig að það voru komið 4 lög á einu ári. Já, 4 lög á einu ári, það var svona markmið. Já, þetta var 2018. Já. 2017. Nei, 2017 og þetta núna vorum við að gefa út Leit, það er 3. lagið á árinu. Já. Þannig við munum bara gefa út 3 lög á þessu ári en þetta er lag nummer 2 hjá nýja fólkinu okkar sem er Sólborg, Þórir og Hildur og þau gefa svo út 2 lög á næsta ári líka. Þannig að hvert andlit eða hver hópur mun alltaf gefa út 4 lög. Ok, það er pælingin. Það er pælingin, sko, 3 mánaða fresti. Ok, og hvað núna er Eurovision. Já. Þið fóru í Eurovision, þeir eru búin að vera auglýsingar á strætóskilin, þeir eru með útvarpsstöð, þeir eru með Snapchat, Instagram, 8.is. Það er sem tala orka. Eurovision, þessi orka, þetta er Eurovision. Hver er sagan að baka það? Ég veist að allir langa alltaf að fara í Eurovision, sko. Ok. Ég náttúrulega mér hef aldrei dottað í huga, ég færði einhvern veginn Eurovision, sko. Nei. Ekki sén, sko. Það var alltaf blunda í mér, sko, við byrjum að gera einast með þetta með snemma í áttinni, sko. Okay. Robby byrjaði á því, sko. Já. Robby byrjaði bara að segja einhverjum þáttum hjá okkur bara eitthvað, endilega hvetja okkur til að fara í Eurovision, sendi okkur message að þið vilja að ég fari með Eurovision og alltaf eitthvað leið að senda, sko. Já. Og í fyrra fyrir rúma ári síðan þá eigum einhver svona samræður og við hugsaum bara fuck it, þú veist, ég sagði Egil bara hvað hefur við að tapa, neglinn ykkur leiðan og við höfum bara gaman að þessu, skiljum mig. Þetta er mómenti, fattar við. Þetta er síðast sem þú myndi gera með áttunni og svona, skiljum mig, og þú veist, við myndum ná inn, þú veist, þá er þetta síðast sem Sonja myndi gera og svona. Og það bara gekk upp, þú veist, við gerum hann lag með Bjarti, Sturla Atlas og Arnar Inga, Young Nazareth og skemmtileg svona létti á, svona rómatískt lag kom út og kannski eftir að hyggja þá er margt sem hefði viljað gera betur. Ég hefði alltaf viljað stemmingslæði, sko. Já. Þú veist, og fylgjendur okkar vilja að þetta áttu gleði stemming, sko. Hér með þér svolítið svona gott lag, sko. Ég er mjög hrifinn af því lagi, það var alltaf mjög skemmtilegt, en það er svolítið rólegt. Já. Það er rólegra heldur en við, þú veist, 8 púllar, basically. Já. Og þar leðandi voru við með svona rólegt lag í Eurovision og fór sem fór. Já. Það var, ég er nú ekkert feiminn að tala um það, en það voru mjög stór mistök það ferli, sko. Mörguleiti, sko. Sem við lærir af. Sem við lærum hann 100% af. Það sem að mistökin voru náttúrulega með sig, svona lágstemt lag, svona rólegt lag. Við höfum alltaf átt að fara með stemmingslag og svo lendir Egill í að í fyrsta skiptið að ævinni. Já. Ég hef aldrei heyrt þetta mann voice krakka, sko. En það gerðist upp á sviði. Það var allir að tala um það. Já, það var allir að tala um og en ég þekki minn mann það vel og Egill það er kraftur í agli en hann kemur með comeback einn daginn, sko. 8 í Eurovision 2020. Já, ég veit ekki alveg hvernig það verður en klárlega hann mun koma með gott comeback út úr því og er það náttúrulega bara annað podcast út af fyrir sig að ræða við Egil það. Já, það verður gaman. Hvernig hann ætlar að tekla það. En við færum okkur bara yfir í bara nútíman. Núna ert þú búin að vera að vinna með öðru fyrirtæki, Creative Artist Iceland. Já. Viltu fara eitthvað nánar í hvernig það samstarf fyrir á stað? Já, fyrir þá sem veit ekki hvað Creative Artist Iceland er, þá er það umbúðskrifstofið mitt og ég er með social media hlutan þar, eða samfélagsmiðla hlutan. Já. Ég sé það að ég er umbúðsmaður fyrir fólk sem er með marga fylgjendur á miðlunum. Ok, og það er svona þitt fulla starf? Já, með ásamt áttunni og ásamt öðrum verkefnum þá er þetta eitthvað sem ég hef tekið á mig og ég náttúrulega þekki þetta ótrúlega vel. Þú veist, 2,5 ár síðan að
síðan að við byrjum að rukka inn auglýsingar fyrir efni okkar og gífurleg reynsla sem er komin á því sviði og í janúar á þessu ári 2018 þá fórum við að setja saman basically bara setja saman við vildum vinna einhvern veginn saman ég og Árni Björn sem er með Creative Artists Iceland og þetta var lausnin þetta var sem við fundum út og með okkur í þessu er Gunnar Birgisson þannig við fundum hennan Creative Artists Iceland vængkanna social media og svo fórum við bara að semja við fólk sem er með marga fylgjendur á miðlunum og erum ótrúlega stoltir af þeim hóp sem er hjá okkur á lista og hægt að sjá það bara á cae.is fyrir það sem vilja kynna sér listan þá er þetta ógeðslega flottur listi af fólki sem er með þvílíka hæfileika sem er þá þetta, ef ég er með fyrirtæki og vantar að láta auglýsa fyrir mig Já, og svo líka náttúrulega bara bókanir, þú veist, þeir sem er að skemmta halda ársatíðir og alls konar hluti og við hjálpum þeim á marga hátt, við hjálpum þeim ekki bara basically að semja með fyrirtæki, við hjálpum þeim að búa til vörur, við hjálpum þeim að búa til bara allt sem við vilja gera búa til tónlist, búa til vídeo, þætti, hvað sem það er þá hjálpum við, reynum við eins og við getum að hjálpa Skemmtilegt Og hvað, þú ert líka svolítið búin að vera að vinna með New Balance. Já. Hvernig kom það til? Já, ég myndi bara sögja leiti í fyrra. Þá heyri ég Guðna Guðni er með New Balance umbúið og LG umbúið. Ég heyri honum og ætla bara að spyrja hvort hann hvað er frétt á New Balance eitthvað. Við unnum saman bara strax þegar við vorum að byrja. Já. Með 8. Og bara hvað er að frétta og hann segir bara flott skilur mig það er gengur vel og maður er búin að byggja góðum grunn en langar að fara að gera eitthvað langar að fara einhver útrás með þetta Já. og við fyrir þá á fund og mér líst bara svo ótrúlega vel að það sem hann hefur upp á bjóða og hvað hann er með hann bara, við gerum bara samkomulega og samningum að ég kom inn í þetta með honum Já, bara og er núna, eigandi og er umbóðsæðali New Balance í dag og hefur gengið það frábærlega við höfum byrjum official í sumar Já. og gífulega gaman að prófa eitthvað algjörlega nýtt þannig er ég bara í því að markaðsetja ég kem ekki að neina öðru en í starfinu annað en að markaðsetja og koma með hugmyndir að hvernig er best að koma þessu vörum fyrir sko. Þetta spila svolítið vel saman þú ert með 8FM New Balance New Balance Studio 8FM Já, akkurat Svo líka skemmtilegt að New Balance með ennið Nökkvi sko, enni, ég kallaði þetta mitt alltaf fyrst þegar ég var í þessu alltaf nökkvaskotnir sko. Mér er svolítið skemmtilegt Já, ennið sko, þannig að það er mjög góð tengingum við þar og líka þetta er skemmtilegt að því að maður er að vinna alla daga með fyrirtækjum og einstaklingum með fyrirtækjum áttunni eða hvað sem það er og þarna fær maður smá fyrirtækisliðina sko, maður fær að sjá svolítið hvað ég sé í því sem við erum að gera og fær svolítið tilfinningu fyrir hinum endanum eða basically bara endanum hjá viðskiptavinnum mínum í Kai Já. þannig að það er dálítið merkilegt og skemmtilegt og öðruvísi að þú veist góð reynsla Hvernig getur þú lýst fyrir mig bara svona, ég hef heyrt það bara þú vaknar ótrúlega snemma á mótnana þú fer líkamsrækt næstu daglega þú veist hvernig er svona venjulegu vinnudagur hjá Nökkvafjallar, bara venjulegu dagur í lífi Nökkvafjallars Já, hann er mjög skipulagur Já, er það málið? Já, ég elska hann að vera með skipulagan dag sko ótrúlega að segja en áhuga málum mitt er það vera með sem sagt reyna að auka við skilvirknina mína á daginn Það er magna það er alltaf sérstætt sko ég hef mér fátt skemmtilega heldur en það að spá og spekulir í það hvernig ég get nýtt daginn sem best til að gera sem flestur hluti því þú getur unni í 12 tíma og gert X og svo getur unni í 12 tíma og gert X með, þú veist, mörg X skilur mig, margfald meira sko og þannig að þetta er ekki spurning um tímana sem þú setur í hlutina, þetta er spurning hvað þú gerir á hverjum tíma og þar leiðandi er dagurinn minn mjög skipulagur og ég vakna á sama tíma hverjum einasta degi, bara ég er mikill rútínumæður og er ég orðinn það mikill rútínumæður að ég þarf að gera líka á milli að tvista upp á rútínum mína aðeins að breyta úr en ég er með vekjarklukkan stilt á 5:50 og er búin með allt klárt ræktadótið mitt og nestið mitt eða hvað sem ég ætla að vera með yfir daginn ég reyna bara að holta hann, ég reyna ofta að gíra mig með nestið yfir daginn og geng bara út þannig ég er að detta í ræktina milli svona fyrir eftir ég mitt hvað það segir mitt þessu dag var snjóra eða eitthvað, þú veist maður þess lengur leðinni þá er ég detta í ræktina svona korter yfir 6
og þá ég að klæðið mig og gera mig ready og þá ég ofta að byrja á æfingu fyrir 6:30 og 6:30 til 7:30 ég bara fullu tempo á æfingu. Ég vil vera einn æfingu eða þú veist, ekki í svona hópaæfingum af því að ég vil vera, þú veist, bara einn þannig með sjálfum mér og tónlistinni til þess að hugsa út í daginn og hvernig ég ætla að ráðast í einhver verkefni og undirbúa hausinn svolítið, það er mjög mikilvægt. Mæti upp vinnu rétt fyrir 8 og tilbúin þá ótrúlega vaknaður, þú veist, ég bara ótrúlega vaknaður og 8 til 9 er besti tíminn, bara uppáhaldstíminn minni vinnunni. Já. Þar ég einn í vinninni og reyndar ekki núna, ég aðeins að ljúga þegar menn farin að mæta mér snemma líka sko aðri, en ég alltaf einn með sjálfum mér í mínu verkefnum og til 9 þá ég undirbúið með allt sem ég að gera við daginn og klukkan 9 byrja svona fyrstu fundinir og svo fundur bara 9, 10, 11 1, 2, 3, 4 bara fundir? Já, fundir sem þá með samstarfsaðalum hjá einstaklingum hjá mér eða mitt hjá áttunni eða eitthvað tengist New Balance eða því sem ég að gera. Já. Og og mér finnst gaman á hverjum einasta degi. Ég spyr að fólk bara af hverju ekki að gera eitthvað sem er bara ógeðslega gaman hverjum einasta degi. Já. Ég vakna spenntur fyrir vinnuna, spenntur fer úr vinnunni spenntur til að fara heima því ég var ánægður með hvernig dagurinn gekk, spenntur að sofa, spenntur að vakna, þetta er svona motto sem ég langar til þess að lifa við alltaf og útrúlega ánægður með að geta gert. Já. Og svo færið góðan hádegismat í middeltíðinu. Já, það er líka það, ég fasta til hádegis. Það, já. Mjög gott að þú komst inn á það, því það er mjög mikil partur af rútínu minni að búin að vera lengi að því? Já, ég bara, þetta allt þetta ár. Já. Og ég fasta til hádegis út af því mér finnst ég vera með gífurlega mikil fókus fram á hádegi með fasta. Morgunmaturinn, þú veist, aðeins svona smá kraftu fyrir í það að melta og þú veist, maður er svona alltaf eftir máltíð maður er alltaf smá svona sljó. Já. En það maður losnar algjörlega við það þegar maður kemur beint úr ræktin inn í daginn og borðar ekki fyrir inn í hádeginu sko. Og þá eftir hádegi svona smá svona downhillið yfir daginn hjá mér maður er svona smá svona melta matinn og svona, þá fer maður aðeins í rólegri viðræður og fundinni mínir í kringum 1-leytið oftast fundir sem að svona má vera smá chill svona, ekkit ómikið ekki mjög erfiðar ákvarðanir og eitthvað svona dót sko. Svo allt eftir það þá getur maður að fara aftur að fara í svona meiri hörku fara svona fundir sem að þú veist þarf að taka fleiri ákvarðanir og aðeins svona meiri massífari fundir. Gaman að skulle segja að þú ert alltaf spenntur fyrir að fara í þú veist ræktina og svo hittir maður að þú ert alltaf spenntur og glaður og brosandi og meðan hlátur þarna sem er alveg óstöðandi. Ég lítur óþarlandi en þú hlýtur að hafa að fengi svona þú veist svona dántíma. Já, það er allir gert það er eðlilegt sko. Það er algjörlega eðlilegt og þegar ég til dæmis eins og þegar mér líður ekki eins vel og eins og vanlega þá á ég til að reyna að hressa mig við að fá mér eitthvað gott að borða og eitthvað þannig sko. Og ég að reyna svona að hugsa þú veist að því að kemur alltaf fyrir sko. Það er ekki neitt, þú veist, ég ætla ekki að alhæfa skilja menn það er ekki margir held ég sem að fara í gegnum þetta líf án þess að þú veist það er bara enginn sem fer í gegnum þetta líf án þess að finna fyrir einhver tíman að þeim líði ekki eins og þeir eiga að vera sko, ávera. Það er bara mjög eðlilegt og þá reyni að sækja gleðina þetta í mat. Ég verð að gera það sko. Þú sækir gleðina í mat? Já, ég gera það sko. Ég hef oft verið vel til mig þegar ég er svona smá down kannski, vinnudagurinn gekk ekki eins og ég hef viljað, ég fekk eitthvað svona óvænt eitthvað, bara eitthvað sem kom upp á og ég fer heim ekki eins sáttur ég hef viljað og þá bara ég er eitthvað svektur nú fæ ég mig bara eitthvað gott að bara sko. Ertu mikill kokkur? Nei, ekki sérstaklega mikill en ég er gaman að ég elda samt sko. Veit ég hversu góður ég er, það er annað þar á fleiri þurfa kannski að dæma það en Þú voru bara að bjóða mér í mat ekkert. Já, ég þarf að bjóða þér, þú voru að dæma það sko. En þá sæki ég svona í mat og ég hef upp á síðkastið verið að hætta því af því að ég vil freka bara díla við þetta skilur mig. Ekki vera að sækja alltaf í eitthvað annað þegar það er eitthvað það er ekkert eitthvað svona plástur í einhverju dóti sko. Þannig að ég hef svolítið verið að bara þetta gekk ekki eins vel í dag, hvað get ég gert til þess að láta það gerast betur á þess að þurfa að sækja eitthvað annað sko. Þannig að ég er svona léttur matafíkil sko, ég áttaði maður því sko. Félagið minn Chris Carmichael sagði akkurat við mig fyrir stötu að bara þú veist, þegar mann líður illa að þú veist, þá var maður að njóta þess og þú veist, embracea
að þá veit man að maður líður illa og er down, skilur. Já. Og svo þegar mann líður vel, þá veit maður hvernig það er, þú veist, að líða vel og hvernig það er að líða illa. Algjörlega, það er mjög Fárlega góða punktur í honum. mjög gott, sko. Við erum búin að skauta yfir fárlega magnaðan og skemmtlegan feril. Já. En við getum nú alltaf sleppt að fara við það þegar við fylltum saman sjálfan. Nix og 12-0. Já, það er rosalega. Það síðast sem við gerum í 12-0. Já. Voru að spila í Sjallanum. 2013. Var það 2014? Það var alveg 2014. Ja, þetta er 2014, það er rétt þér. Við fyllum sjálfan þarna, við félagarnir. Já, þú fylltir hann, sko, ég kom ekki náðast. Eigum svakalega gott kvöld fyrir mútið að borða þarna og vinsælasta veitingastanum Akureyri og þarna sko. smetlu við félagarnir. Já, þarna kynntust við almennlega, held ég, sko. Það var skemmtilegt. Við kynntust almennlega þarna, sko. Og það var mjög skemmtilegt og ég man ekki, ég var í grenjandur hlátur hann, sko. Við hefum ekki alveg, manstu hvað það var? Já, þú veist að segja eitthvað sögu um eitthvað gaur sem var að gera eitthvað. Ég var alltaf svona eitthvað að miskila söguna, eitthvað snútur. Þú varst alltaf að spurja, ég sagði eitthvað nafn og þú spurði mér þetta þessi eða þessi. Og ég grenjaði úr hláturinn og ég var til einmitt að taka einhver svona hluti og byrja bara að hlæja, sko. Og bara kapn úr hláturinn. Það var erfitt að stoppa mig, sko. Það er það sem menn hata mest mig félagarnir, sko. Egil hatar það þegar ég byrja, sko. Þú fer í gang og byrjar þegar hann gerir eitthvað eitt, skilur mig, sem ég finnst fyndið og ég held að hlæja þá vil hann forða sig, sko. Já, það vilja menn forða sig, sko, því ég hætti ekkert, sko. Já, ég hef gaman að þessum hlátri. Það ekki það, það er gott. Við getum kannski farið svona létt inn í lokin yfir framtíðina. Já. Hvar sérðu sjálf þig og merkin þín, New Balance 8, Kai, eftir 10 ár, 5-10 ár? 10 ár? Já. Eftir 10 ár þá verð ég ekki neitt tengdur áttunni. Okay. Ég mun horfa á það bara fjarlæð og vera með stoltur af því að koma að því merki. Áttan er plattform sem að kemur ungt fólki að framfæri og það mun bara ungt fólk taka við því, öllum því sem maður er að gera. Ég vil líka ungt fólk muni koma sér að framfæri í því sem ég er að gera. Já, að vera bak við tjöldin líka. Mér finnst það rosa mikilvægt. Það er ekki bara fyrir framann, heldur líka fyrir bak við tjöldin. Þannig í öllum störum áttuna þá vil ég að ungt fólk taki við mjög reglulega. Andlitin á hverju einast ári, en baklandi þar aðeins meiri tíma því að það er reynslu til þess að vera bakvið, sko. Já. Og til þess að það er alltaf reynslu til þess að stýra bæði fyrirtækinu og stýra því sem við erum að gera. Þannig ég mun horfa það að ferla og vera mjög ánægður og stoltur af því. Eitthvað sem hefur gert mig þeim manni sem ég er í dag. Og Creative Artist Iceland, það er bara eitthvað sem að við erum að móta framtíð núna. Þetta er nýtt projekt hjá mér, þannig að eftir 10 ár þá verðum við vonandi ennþá með alla þá aðalega sem við erum með á samning og þeir eru orðnir stærri og fleiri aðalega og einhvað projekt sem er komið út af við. Við náttúrulega erum mjög mikið þar að reyna að koma líka fólki út. Já. Að því að Árni Björn hefur mjög sterka tengingu við fólk úti og á framleiðendur og aðra úti. Þannig að það verður ekki, ég ætla ekki að segja vonandi, ég segi bara við verðum komið með eitthvað projekt sem að tengist erlendamarkaðinu þar og New Balance verður búið að koma sér vel fyrir á íslenskum skómarkaði. Mitt. Það er svona næstu 10 ár hjá mér. Skemmtilegt. Ég held sér bara komið tíminn til þess að enda þetta. Er eitthvað, finnum fólk á Instagram? Já, fólk getur fylgst með mér Instagram en ég er nú ekkert sjálfur mikið að púsa mig á miðlun en nökku fjall á Instagram og öllum þessum miðlum en ég vil bara þakka þér kærlega fyrir að fá mig í heimsókn, sko. Já. Það sem hlustandi er mér mikilvægt að hlustandi viti er það hvað þú ert góðu gaur, sko. Já, takk fyrir það. Þú vilt engum mein, sko. Þú ert ótrúlega ljúfugæi og það er ekki hægt að segja neitt ljótt Stefán alltaf, sko. Já, takk fyrir það. Það er bara svona og það er það sem ég vildi að hlustandi myndi koma til skila til hlustandan sem er að hlusta á þig núna, ef hann veit það ekki nú þegar. Já, maður reynir alltaf að vera bara góðu valla, sko. Já, það er þannig. Það er bara þannig. Alltaf verið. Það er skemmtilegt. Bara takk hérlega fyrir að hlusta og við heyrumst bara þá eftir 2 vikur. Hlusta á Inga bara eftir viku og verið sæl. Já, verið sæl. Ingi maðurinn. Ice Cold.